Það nóg að gera hjá eina skósmiðnum á Akureyri, Hólmfríði Högnadóttur, sem rekur skósmiðinn og álfana í miðbænum. Á meðan við á N4 vorum í heimsókn, fékk hún alls konar skó til viðgerðar. En við ætlum fyrst og fremst að fá ráðleggingar varðandi vetraskófatnað, enda færðin mjög svo misjöfn á þessum ástíma. Og þá líkið atriði að hugsa vel skóna. Það sem ég held að flestir klikki á kannski það að byrja á því að þrífa þá. Áður þeir fara að græja eitthvað, en svo náttúrulega spurning hvort þú sért með leðurskó eða hvort þú sért með gerviefni og svo nokkra tegundir leðri. Þannig að ef þú ert ekki viss, þá getur náttúrulega alltaf leitað til skósmiðs bæði ráðgjöf eða hreinlega komið skón og leyft okkur að hugsa þá. Hérna til dæmis ég með bæði leðurskó eða sem sagt gerviefnaskó og svo ég með það sem við viljum kalla núbúk og þetta þessi leðurskór sem eru svona mattir, þeir eru ekki úr þessu glansandi leðri. Það rosalega vinsælt núna og getur verið svolítið erfitt að eiga við. Og þá í rauninni bara að ég yfirleitt byrja á því bara að nota volgt vatn til þess að sjá hvort ég næ ekki mestu upp úr þeim því að maður má ekki nota hvaða sápu sem og hvaða efni sem Svo kannski fer ég í meiri sápuefni ef þess þarf. Svo bara leyfir maður að þorna, ber réttan áburð eða næringu í skinnið. Það til mjög fín næring í svona matta án þess að þeir verði glansandi. Það þá svona fita eða? Nei, það ef þú færir að setja fitu á svona skó, þá þeir miklu meira glansandi og jafnvel þeir bara svona eins og klístraðir. Því að fitan og feitin allt of ríkt efni í svona skó. Þetta næring sem yfirleitt í spraybrúsum og við myndum hugsa að þetta meira svona eins og bara hárnæring. Þetta þunnt efni sem dregur sig vel í skinnið. En þessir gerviskór þá, hvernig þrífur maður þá? Sko, gerviskórnir, það yfirleitt þetta nú plasthúð. Þannig að það þú getur tekið heitt vatn og þess vegna, þú veist, bara milda sápu. Ég veit að fólk notar svolítið það sem hét grænsápa og heitir í dag held ég blautsápa frá Mjöll Frigg. Svo náttúrulega almálið kannski það að séu allar límingar og allt svoleiðis í lagi og meðan að húðin sko heil. Hérna á þessum nú til dæmis farin að springa mikið og þessir verða aldrei vassheldir aftur sama hversu miklu sílikóni þú púffar á þá. En eins og í þessu tilfelli þá myndum við byrja á því að hreinsa þá, leyfa þeim að þorna, yfirfara allar límingar sem við getum og taka svo og spreyja yfir þá bara sílikóni sem þá fyrir í rauninni allar gerðir. Já, sílikónið nauðsynlegt en leysir langt í frá allan vanda. Það svo margir sem halda að þú sért að gera skóna vasshelda. En þetta meira hugsað að þú ert að setja vatnshrindandi yfirborð á skóna þannig að þegar lendir á þeim dropi þá myndast dropinn og hann rúlar af alveg eins og þú sér á nýbónuðum bíl í stað þess að hann lendi á efninu og smjúgi inn í. Þannig það það sem sílikónvassvörnin gerir og margir eru halda að það sé bara nú ertu, ef þú ert búin að spreyja einu umferð þá ertu bara komið með góð vaðstígvél. En maður þarf að vera búin að þrífa þá áður. Það svona skemmtilegra, bæði bara til að halda sko fallegri áferð því að ef þú spreyjar endalaust bara sílikóni umferð eftir umferð þá náttúrulega enda bara með því að þeir verða ljótir og oft svona gráir. Hólmfríður segir að fólk verði að skoða sólarna sérstaklega. Sumi sólar hendi alls ekki hérna á Íslandi. Það náttúrulega mjög misjöfn efninorði í sólunum og það þetta getur líka verið af munstrinu. Það í sumu munstri að þá, sko, ef maður sér að munstri opnar sig þegar að í rauninni þú brýtur tánna að þá getur verið nokkuð viss það að það ryður úr sér en þú náttúrulega það brotnar aldrei við hælinn þannig að ef það safnast þar uppi að þá ertu í vondum málum. Stundum getur maður að redda sér með því að maður tekur sílikónvassvörnina eins og maður taka bara olíu á sko pönnu, spreyjar uppi og þá fer það ekki að sko límast svona upp í þessi snjór sem maður gerir oft. En hvernig veit maður það hvort að sólarnir séu góðir eða ekki? Það voðalega erfitt að vita það svona fyrirfram. Það það náttúrulega þó svo þú sést með það skrifað eitthvað niður að þetta séu gúmmísólar að þá gúmmí og gúmmí kannski ekki það sama því að sumt gúmmí ætlaði það að vera endingagott í þurru loftslagi eða á götur eða í möl eða það kannski getur verið alveg hryllilegt í snjó og bleitu. Mér finnst náttúrulega langöruggast ef það eitthvað sem þú myndir finna sem væri skrifað non-slip eða ice. En þetta ég miða alltaf við það að það sé svona svolítið eðlileg þyngd í skónum. Þá veit maður það að það mjög líklega gott gúmmí í sólanum og ef maður finnur svona getur fundið svona eins og dekkjalikt. Þá þetta þyngdin og lyktin af
gúmmíinu sem ég fer eftir. Hólmfríður segist fá talsvert af skóm sem ekki eru með nógu góða sóla fyrir íslenska vetraríkið og svo eru það aðalgræjurnar, broddarnir, og þar er stöðug framþróun. Þetta er ekki bara broddarnir í mannbrotunum, heldur eins og í þessari tegund að þá ertu með mjög gott hálkugúmmí. Þannig þó sem þú væri búin að tína öllum nöglum úr eða tækjur það öll úr, að þá væri samt með mjög gott yfirborð af gúmmíi bara. Og svo hefur orðið svolítið góð breyting á að hérna koma með karbídnagla í þessa brota og þeir verða ekki jafn kúptir jafn fljótt og hinir og eru að bíta sig betur í. Sem að kannski skiptir svolítið máli sérstaklega þegar fólk er í léttari kantinum og hefur ekki mikið þrýsting niður í jörðina til þess að fá grip. Er þetta alltaf að aukast að fólk sé að setja svona undir skóna hálkuvarnir? Já, mér finnst það og þetta er að dreifast mikið í aldri. Þetta er yfirleitt var þetta bara fullorðna fólkið sem var að fá sér hálkuvarnir en þetta er orðinn allur aldur. Allir þessi hlauparar sem eru hérna út allan bæ að þeir eru mikið í, annarkvort bara hreinlega með neldaskó eða með góða brota. Og ég mæli með því að fólk sé að velja sér fyrir eitthvað góða brota og geta notað á lengur heldur en að vera að kaupa sér eitthvað ódýrt sem það getur notað kannski eina hálkutíð. En góðir vetraskór og vel hirtir, það er gulli betra? Já, ég myndi segja það. Ég myndi vilja sjá vetraskó endast í 3 til 7 ár allavega.